Má tæknileg örðuleikar hérna áðan. En við byrjum aftur, vonandi gengur þetta í lagi núna. Ég heiti Arna Skúladóttir og er beðin um að tala hérna það sem ég er, nú datt þetta út hérna. Ok, ég er bara að tala áfram. Gerir ráð fyrir þetta sé í lagi. Er þetta í lagi? En ég sé ekki neitt. Ok. Ég var sem sagt beðin um að tala svefn ungra barna og svona eitt og annað honum tengdu. Og ég ætla að byrja bara á byrjuninni sem sagt á nýburunum og þá þarf maður og verður að tala pínlítið kveisu, grátinn og síðan ætla ég að tala þróun á svefni, bæði dag- og nætursvefni og hvernig hérna það þróast fyrsta árið eða fyrstu kannski 2 árin og þá inni auðvitað umfjöllun næturgjafir og þetta sofna sjálf sem að auðvitað algengt viðfangsefni foreldra og fyrirspurnir varðandi það. Nándin fléttast inn í allt í sambandi við börn og uppeldi og síðan hugmyndin að svara nokkrum algengum spurningum sem hafa verið sendar og ef tími til þá ræðum við aðeins svona einstaklingsbundna þætti eða það sem kallað lundafar sem svona eitt af mínum uppáhaldsefnum, umfjöllunarefnum. En ef við byrjum bara á nýburunum, mín börn eru auðvitað og barnabörn eru öll farin að sofa þannig að ég tók með mér hérna hana Engilráð heitir hún held ég, til að halda í eitthvað hérna. En þegar við fáum hérna barn til okkar, þá þurfum við fyrst og fremst að kynnast því. Því það fæðist ekki sem óskrifað blað, það fæðist sem einstaklingur með sína eiginleika, bæði styrkleika og svona eitt og annað sem það þarf kannski aðstoð með. En til þess að kynnast barni, eins og svo sem að kynnast öðrum, þá þarf maður að vera saman, maður þarf sem sagt nándina og maður þarf ró og næði. Ekki að ofstjórna, leyfa barninu líka að venjast í að vera til, það örugglega alveg heilmikið mál að fæðast inn í þennan heim með öllu því áreiti sem þar. Og það sem foreldrar ættu að hugsa til að byrja með og svo sem líka þau eldast, að raddir foreldra, sem sagt að róleg rödd foreldra eitt öflugasta huggunartæki sem við höfum. Miklu öflugri heldur en allar vögguvísur eða suðhljóð eða þó að það hafi áhrif líka. En róleg rödd foreldra mjög öflugt tæki. Og núna á þessum tímum farsíma, þá oft eins og bara við hugsið hvaða heimilishljóð eru heima hjá okkur. Og þetta líka við eldri krakka. 5 ára, 10 ára, þau eru að fara að sofa. Allir krakkar elska það og það veitir þeim ró að heyra heimilishljóð. Ef að foreldrið frammi og í símanum sínum, þá heyra þau eitt og eitt eitthvað bling, en það heyrir ekki þetta svona, heyrir ekki hljóð sem það tengir foreldri sínum sterkt. Ég meina, ef þið hafið ekkert uppvask að gera eða engin heimilistörf sem mynda svona ykkurs konar pínlítið skvaldur eða hringið þá bara í ömmu ef amma eða ykkur ættingja eða vini, ég vissum að viðkomandi verður glaður, svo framalega sem þeir ekki að skamma hann, þið talið eitthvað skemmtilega við hann. Raddir foreldra í síma til dæmis eru eða að tala saman eða eru fleiri á heimilinu. Það hefur gríðarlega góð áhrif og ég heyri þetta líka þegar ég vinn mikið með grunnskólabörnum að ef þið talið þetta við þau hérna myndu samsama sig við þetta. Annað sem þið þurfa að hugsa með nýburan og líka áfram og líka málningan ykkar, það augnsamband. Að horfast í augu við börnin ykkar. Og með nýbura, til dæmis þegar verið að gefa þeim brjóst eða drekka, pela, skiptir ekki máli hvað að drekka, þá þurfum við að horfa í augun á þeim, ekki stöðugt, en barnið horfir af og til á ykkur og það verður að ná augnsamband af og til.
Líka þegar þið eruð að sko elda mat eða gera eitthvað og barnið er bara að leika sér við borðið inn í eldhúsi, þá verðið þið að vera í sambandi við að horfa á það af og til. Horfa á það og brosa. Sýna þeim að þið eru ánægð með það. Þegar barnið er að drekka, það gjóar á ykkur augunum, þó að ykkur finnst þau bara vera að drekka og ekki að horfa á ykkur, þá eru þau að gjóa á ykkur augunum af og til. Og þau þurfa að ná þessu augnsambandi. Þið þurfa að vísu líka að passa með þau eru ung að ofgera ekki þessu augnsambandi, að því barn nýburi þolir ekki augnsamband mjög lengi í einu. Þau horfa undan af og til og þá leyfið þið þeim það. Þið eru ekki stöðugt með þau hérna í augnsambandi, að sjálfsögðu ekki, en maður getur stundum haft áhyggjur af því að þau líta svona undan og þá fer maður að fabulera með einhverfu og eitthvað, en þetta þau þola ekki augnsamband mjög lengi í einu pínu lítil. Þannig að maður leyfir þeim að fara og koma svo aftur. Og horfi augun á nýbura er eitt af fallegasta sem maður gerir, eitt af fallegasta sem maður sér. Maður verður næstu því feiminn að því þau horfa alveg inn í sálina á manni. Þetta er mjög merkilegt að gera þetta. Ég hef alltaf verið mjög svona, já, það er svo sem ekkert oft sem maður hittir nýbura en af og til og það er ofboðslega gaman að þú getur tala við þau með augnsambandi. En maður getur ekki talað nýbura nema að tala pínlítið grát. Grátur er hluti af lífinu. Maður þarf ekki að fara alveg úr sambandi þá bara að gráta. Þau get ekki tala og þetta er hluti af tjáningu. Og þau þurfi ekki endilega að vera veik. Auðvitað bara grætu meira en það hefur verið að gera þá á maður að fá læknisskoðun til þess að útiloka veikindi eða eitthvað sé að. En þau geta grátið yfir leiða, þau geta grátið yfir auðvitað svengt eða sé eitthvað að þeim í alvörunni. En oftast er þetta nú bara þreyta og pirringur. Þetta hefur verið skoðað töluvert. Mikið af frægu fólki skoða þetta og ég veit nú ekkert, ég sé ekki hvað þið sjáðu þannig að ég sé ekki hvort þið sjáu þetta. En það ég er með svolítið að glærum sem ég ætlaði sýna ykkur en ég er nú bara einhvern veginn að ímynda mér að þið sjáu þetta en ég skal segja ykkur hvað stendur á þessu. Hérna, ef það eru mæld ykkur slattið hópur af börnum, þá kemur í ljós að þau gráta mest 6 vikna og þá grætur meðalbarnið, bara frískir krakkar, 3 tíma á dag. Síðan fer það smátt og smátt lækkandi og 12 vikna er að koma niður í svona klukkutíma á dag. Þetta er töluvert mikið, finnst mér, en þetta er það sem vísindin segja okkur og er örugglega rétt. Síðan hefur líka verið skoðað á hvaða tímadags þau gráta helst og það kannast maður nú við. Það er seinnipart dags, eftir svona 5-6 og fram með miðnætti. Og það þekkja nú held ég bara og myndu allir skrifundir. Þessi svokölluðu kveisubörn, það er yfirleitt hægt að skipta því niður í þessi eiginlega kveisa sem þroski á meltingavegi er hluta af þeim. Það oft krakkar sem láta vel undan þessum kveisulyfjum eða dísíklórið og það er líka oft krakkar sem foreldrar geta sagt með hvenær þau hætta með kveisuna, bara 23. júlí. Og þau byrja yfirleitt líka 3 vikna bara alveg á einhverjum ákveðnum degi. Síðan eru þessi krakkar sem eru með mjólkurpróteinóþol, eða kúamjólkurpróteinóþol. Þetta eru 10-20% af börnunum og mér finnst þetta eru það margir af þessum grátbörnum að mér finnst að fólk eigi að prófa að taka kúamjólkurprótein út en þá ekki að gera í marga vikur þannig að mamman er bara komin á vatn og eitthvað mjólkurlaust brauð. Það þarf að gera þetta í svona viku en taka það þá 100% út í viku. Yfirleitt sér maður það á svona 3-4 degi ef það er það. Síðan er líklega stærsti hópurinn, það er þessi hópur, þetta er sem sagt þrítt, þetta er þetta mjólkurprótein óþol, þetta er bara þroskinn á meltingunni og svo er það 3. hópurinn sem er líklega stærsti hópurinn og það er þessi sem eru svona eiga í erfiðleikum með úrvinnslu á áreitum. Þetta eru svona sensitífu krakkar, hypersensitífu krakkar, ekkert af þeim, en þá eru það krakkar sem byrja oft bara strax á fæðingardeildinni
og þau geta líka verið lengur en þessa 3 mánuði sem alltaf sagt að kveisan eigi að vera eða sé. Þau geta byrjað fyrir og hætt seinna og það oft krakkar sem eru með ekki svona reglulega grátmunstur. En þau þurfa þeir krakkar, ef þetta svona ekstra sensitífu krakkar, þau þurfa meira næði. Það þau sem þurfa white noise, suðhljóðin, ekki vera hræddum að þau ánýti suðhljóðin, það engin. Þið getið alveg smátt og smátt svo feita það út þegar barninu fyrir að líða betur. Notiði white noise, ekki til að róa barnið, heldur til að útiloka önnur hljóð. Það til að útiloka truflanir. Þau þurfa að vera meira hjá manni, þau þurfa að vera bara hérna inn á bringamanni, ykkurum, ekki endilega alltaf mömmunni, heldur hérna, getur bara skipst á að hafa barnið hérna nálagt. Þau þurfa myrkur, suðhljóð, nánd. Það ekki mjög einfalt eða eru fleiri börn á heimilinu, en þetta það sem þetta í raun og veru, og þau oft versna pínlítið 3 mánaða því þá kemur þroski sem sko þá aukinn þroski úrvinnslu áreita sem hljómar ekki mjög vel eða þú ert viðkvæmur í áreitum, en þannig það nú. Næsta ætla ég að henda mig pínulítið í eða pínlítið, svolítið í svona eðlilega svefnþörf. Það fyrsta sem langar mig aðeins til að segja, það er gríðarlegur munur á svefnþörf barna, yngstu barnanna. Ég veit ekki hvort þið sjáið þetta. Þetta hvað þau sofa mikið á sólarhring. Yngstu, þetta eru þessi 0-3 mánaða, 4-11 mánaða og svo upp í 2 ára og svo upp í 5 ára. Þið sjáið að einstaklingsmunurinn á þessu yngsta hópi eru hvorki meira né minna en 8 tímar á sólarhring. Þannig að ef þau eru með einhver app sem að telja hvað barnið sefur marga klukkutíma á sólarhring, þá það ekki að segja ykkur neitt. Því að það hvernig barnið líður segir ykkur miklu meira. Það að vísu ekkert mjög mikill munur á nætursvefni, en það mesti munurinn í dagsvefni hjá litlum börnum. En munurinn minnkar þegar líður á, og hafið líka í huga að tölur sem þið sjáið eins og á Facebook og netinu eru yfirleitt frá foreldrum barna sem sofa mikið, sofa vel. Þannig að þú ert ekki að auglýsa, það náttúrulega líka bara fallega að hugsa, þú ert ekki að auglýsa hvað barnið þetta ekki gott í. Þú ert meira að hrósa barninu fyrir hvað gott í, og sumir eru bara mjög góður í að sofa og sofa lengi og bara til hamingju með það ef að barnið ykkar það. Njótið þess. En barn 0-3 að sofa í klukkutímum frá 11 tíma upp í 19 tíma sólarhring, og þetta bara eðlilegir krakkar, frískir. 4-11 mánaða frá 10 tímum upp í 18. Og svo minnkar munurinn eftir því sem þau eldast, en hann helst samt alltaf töluverður. Ef við skoðum nætursvefn, hvað hann mikill, af því ég svo oft spurð þessar tölur, þá nætursvefn barna frá alveg 1 árs upp í 5 ára í kringum 11 tíma. Það aðeins undir 11 tímum. Nóttin. Allar breytingar fyrstu árin eru í dagsvefni. Skiljið. Og ef við skoðum dagsvefn, að þá dagsvefnin, þau að fara svona í kringum 6, þau í mörgum litlum lúrum þegar þau eru nýfædd. Svo fer þetta mótast í 3 sæmilega lúra, yfirleitt, 3-4, oft 1-2 betri og svo minni með, og svo hrynja þessi litlu út. Svona 4 mánuði eru þau yfirleitt komin í 2 góð og 1 lítinn. Mjög oft svona í kringum 6 mánaða hætta þau í 3 og fara í 2, og yfirleitt þegar daglúrar dett út, einhverjir daglúrar, hvort sem það 4., 3., 2. eða þessi eini sem verður þá eftir,
þá yfirleitt batna nóttin svolítið. En maður skildi samt ekki ýta þeim í þetta fyrir en þau eru tilbúin í það. En það gerir sem sagt svona sirkum 6 mánaða sem þau fara úr 3 lúrum í 2. Og þið sjáu einkennin yfirleitt að sko að það ekki bara pláss fyrir 3 lúr yfir daginn, þau fara að seinka kvöldinu eða 8 tímanum að kvöldinu. Þau geta líka verið í 3 sumardaga og 2 og maður þarf oft að miða við hvenær þau vakna úr lúr númer 2 hvort þau þurfi 3. lúrinn og maður miða við einhvern ákveðin tíma, oft kannski 3, 4 ef þau vakna úr lúr númer 2, 4 eða seinna og sleppa þau 3. Síðan fara þau í 1 lúr, yfirleitt öðru hvoru megin við 1 árs. Þá fer barnið að sofa 1 lúr á dag sem yfirleitt í kringum hádegi. Hann því miður stundum aðeins og seint. Stundum verið að ýta börnum sem sofa 1 lúr í að sofa hann aðeins og seint. Því að sko tímalengdin á daglúrum skiptir máli en tímasetningin á þeim skiptir miklu meira máli upp á líðan barnsins og nætursvefn því maður vill ekki láta daglúrin hafa neikvæð áhrif á nætursvefn. Þetta svolítið mikið dilemma fyrir dagvistunina en sem betur fer nú oftast hægt að lenda því bara vel með samtali eða þá að það passar ekki inn í eitthvað skipulag hjá fjölskyldunni. En það sem sagt rytminn eða takturinn í svefninum sem skiptir máli. Miklu meira heldur en tímasetningarnar. Ég veit nú ekkert hvort þið sjáið, ég ætla nú samt að gera tilraun til þess að halda þessum glærum uppi. Hérna til dæmis barn sem er komið í 2 lúra. Getum líka séð í bókina minni Draumaland. Að það sem alveg sama hvað barn, hvort það með 4 lúra eða 1 lúr, alltaf þar síðasta vaka dagsins fyrir nætursvefn að vera lengsta vakan. Skiptir ekki máli hvað barnið gamalt, þá þarf alltaf að vera síðasta vakan. Ef maður hefur það í huga, þá maður í ágætismálum. Og það stundum ef að krakkarnir að vakna til dæmis ofboðslega snemma á morgni, segjum 6, 7, og ef að daglúrin ekki fyrir en klukkan 12, þá búið að vaka 6 tíma, sem of mikið eða þú ert bara 1-2 ára. Þú getur bara vakað 4, 5. Þannig að þetta stundum svolítið erfitt, sérstaklega með mikla morgunhana, því við erum að upplagi, við flestir nú hægt að stýra svolítið, en svo fólk, bæði börn og fullorðnir, sem eru með sterka tilhneigingu til að vakna rosalega snemma á morgni og fara snemma að sofa og sumir sækja í að sofna seint og vakna seint. Sem betur fer ekki margir með þetta mjög njörva niður en það þó einstaklingar og ég hitti svolítið að þeim. Af því það sem helst hægt að gera til þess að reyna að hafa áhrif á þetta ef barnið ykkar hefur sérstaklega mikla áráttu í að vakna alveg ofboðslega snemma. Það að fá sér myrkvunartjöld, bara 100% myrkvunartjöld. Og það þarf að setja það utan á gluggaramma sem við gerum yfirleitt ekki hérna á Íslandi. Af því það sólarljós hefur mest áhrif á framleiðslu á melatónín af öllum hlutum. Stundum hefur verið að tala skjái og eitthvað svoleiðis eða rafmagnsljós, það smáatriði áhrifin þar með við dagsbirtu. Og dagsbirta, þið þurfa að meta hvað gluggatjöldin inn í svefnherberginu hleypa mikilli dagsbirtu í gegn með því að draga niður þegar bjart úti og slökkva þetta rafmagnsljósin og sjáu þið hvað það hleypur inn. Það hleypur inn meira að segja á saumunum. Þannig að það þarf að loka þessu alveg ef þið ætlaði að reyna að láta barn sem sækir í að vakna rosalega snemma, sofa aðeins lengur. Eða þið getið líka flutt til Noregs að vakna allir klukkan 5 þar. Þannig að, eða mér sagt það. Þannig að þið getið líka, en daglegt líf á Íslandi byrjar ekki svona snemma. En þau myndi alveg þola það þannig séð og taka svo lúrin á milli 10 og 12.
og fara svo að sofa klukkan 6. En það þarf skilja að vera ákveðin, sko, það þarf að vera taktur í þessu. Það aðeins auðveldara að eiga við börnin sem sækja að sofa lengi á morgnana, en þá þetta vatn alltaf á sama tíma, sama hvort það sunnudagur eða jólin eða hvað. Þið geta að vísu breytt þessu ef þið eru vika lengur í fríi, en ekki fyrir 2 daga 5 í viku. Ekki ef þið eru með þessa krakka sem eru með stífa, og oft eru krakkarnar auðvitað, við erum með gen foreldra sinna, þannig að þau eru allavega ef þau eru getin þannig, þannig að þá eru þau með þetta frá öðru hvoru foreldra, þá þurfa foreldrarnir líka að laga sig svolítið. Af því þau fylgja okkur nú oftast. Sko, þetta nú bara, það sem sýnir bara þau sem að fara niður í 1 lúr, þá eru oft með 1 stuttan annarkvort. Ef þið þurfa að stýra barninu úr 2 lúrum í 1, þá best að stýra þeim þannig að skammta þeim fyrir lúrin. Og maður fær stundum spurningar eigum að vekja sofandi barn. Og ég held að það hafi verið fyrsta viðtalið sem ég fór í fjölmiðlum, þar sem fjölmiðlamaður sagði amma mín sagði að það mætti aldrei vekja sofandi barn. Hvað finnst þér um það? Ég var pínlítið kjaft á smástund. En það á ekki að leika sér að vera að vekja sofandi barn, en stundum þarf þess. Meðal annars þarf þess ef það verið ef barnið fara að vakna mikið á nóttinni út af því að það ruglingur á daglúrum. En yfirleitt, ef það þarf að vekja, þá borgar sig að vekja þau annarkvort á morgnana, ef þetta eru svona krakkar sem vilja sofa út á morgnana og þeir eru að reyna að hjálpa þeim að fá ykkur takt í þetta. En annars aðalega að maður vekur úr 1. lúr á morgni. Þá ég að tala ef maður að hjálpa þeim að fara yfir í 1 lúr. Þá skammta maður hann smátt og smátt minnka maður hann. Ekki fara og hratt í þetta, maður gerir þetta rólega. Maður fer í þetta bara, maður byrjar á að gera þetta svona klukkutíma og svo 3 korter í 1-2 vikur, reyna að gera þetta mjög rólega þannig að þau finni minna fyrir þessu. Því maður vill ekki hafa þau sko of þreytt, auðvitað ekki. Maður vill ekki fara illa með þau grein. Já. Síðan þegar þau fara að hætta lúr, sem gerist nú að vísu, það á ofboðslega breiðu bili sem krakkar hætta daglúr. Það frá 18 mánaða upp í 5 ára. Þannig að flest eru 2-3 ára, 2,5-3. En það sem þau þurfi líka að skoða, það að þau hætta daglúr helgar, hugsanlega heilu ári áður að hætta daglúr á leikskólanum. Af því það miklu meiri svona hreyfing og vera á leikskóla eins og að vera í vinnu. Þannig að það mikið álag bara, þau eru þreyttari. Ég ekki að tala neikvætt álag, þetta bara mikið að gerast hjá þeim. Þannig að þau geta þurft daglúr á leikskólanum lengi þó þau séu hættum helgar. Ef við skoðum aðeins nætursvefn. Ég ætla að kenna ykkur pínlítið fyrst bara. Það ekki þannig að maður sofni að kvöldi og svo grjótsefur maður djúpt og svo grynkar maður og svo vaknar maður. Það væri betra. Þá hefðu við sem erum svona svefnráðgjafar eða sérfræðingar í svefnvanda ekki svona mikið að gera. Það sem að gerast alla nóttina, ég veit ekki hvort þið sjáu þetta, að við erum að fara niður í djúpan svefn, grynkan, fara niður, grynkan, fara niður og grynkan. Við förum alltaf niður og upp og niður og upp og niður og upp. Og þegar barn fer, það í raun og veru draumsvefnin, það þessi grunnisvefn. Dýpri svefnin hérna niðri. Litli krakkar, ef þau eru með vandamálvarandi svefn, þá eru þau með það hérna í þessum grunnasvefni. Af því þar gerist það sem kallað arásalega rumsk, þau létta svefnina aðeins upp og sum þeirra rífa sig upp. Þau rífa sig upp til dæmis, það margt sem getur haft áhrif á það. Til dæmis ef að barnið mjög ákveðið og það sofnar út frá einhverju sérstöku, þá vill
ákveðna barnið, þá þetta segja sofnar út frá alltaf þegar rumskar. Þannig að ef þið gerir eitthvað hér, þá eru þið þannig séð að skrifa undir samning það að þið séu til í að gera þetta 5 sinnum á nóttu. Kannski sleppið þið og það biður bara þetta 2 sinnum á nóttu, algengast nú að þið sofnið við að drekka. En ef þið ætlið að laga til dæmis svona brölt á nóttinni, þá þarf maður að laga það hérna kvöldinu. En ég skal fara aðeins betur í það á eftir. Þau vita aðeins á sig og þetta hættir ekki. Þess vegna til dæmis að gefa börnum lyf til að láta það hætta þessu. Jú, það hefur áhrif hérna til að byrja með eitthvað stundum, en það hefur ekki áhrif nógu lengi til þess að láta það hætta þessu. Það þarf að kenna þeim það sem þau þurfa að kunna og það að sofna hérna án aðstoðar og þá geta þau rumska og verið í lagi. Þá geta þau rumska í kringu sig og sé það sama og þau sjá þegar þau eru að fara að sofa. Ef það er nú vildi ég hafa ykkur hjá mér þannig að þið myndu kinka kolli eða eitthvað. Mjög skrítið að tala svona við tölvuna. Þetta er bara eins og að vera einn heimi þessi bara með spegil og ég er ekki eins og spegil, ég sé ekki eins og hvað þið sjá. En ja, það eru auknar líkur á að barni vakni eftir sem líður á nóttina. Það geta líka verið veikindi. Ef að barn er að vakna sem er ekki vant að vakna, þá getur það verið verkir auðvitað. Það getur líka verið þroski. Til dæmis að barn er nýbúið að læra að standa upp. Barn er fætt með innri þjálfara. Við erum öll fætt með innri þjálfara. Við erum bara á mínum aldri búið að flesta berja niður. En þjálfarinn segir leið og fær smá meðvitund, æfðu þig. Þannig að leið og hann fær smá meðvitund og hann er búinn að vera að æfa sig við daginn að standa upp, þá sjáu þið að barnið skröltur upp og hangir á rimlunum og er að æfa sig að standa upp. Þetta vísu jafna sig þegar barnið er búið að ná þessari færni. En þetta truflar það í einhverja daga og þá þarf maður bara að vita þetta og hjálpa honum aftur niður. Það er nefnilega nokkrum vikum seinna sem þau læra að setjast niður aftur. Þannig að ef barnið þitt er núna að læra að standa upp að deginum, rimlarúmið er nefnilega svo gott æfingasvæði, kennið því þá, leggið áherslu á það að degi til að kenna því að setjast niður aftur. Þannig geta þau bjargað sér sjálf á nóttinni. Það getur verið skapgerða bara þættir ef þau eru mjög ákveðin eða ef þau eru til dæmis láta allt trufla sig, þá setur maður mjög oft white noise inn, eða svona suðhljóð, þá þarf maður að setja það inn hér, maður þarf að stilla allt inn hér sem á að vera inn á nóttinni. Skilja, ekki vera að setja eitthvað inn meðanótt. Svo getur þetta verið bara vani. Þegar þau koma til mín og eru að brölta svona, þá er þetta náttúrulega bara vani, þau eru föst í vana sem þarf þá að rjúfa. Ok. Ok. Nú ætla ég að kíkja á nokkrar spurningar. Ég get nú líka bara haldið áfram. Já, ég held bara áfram í þessum vangaveltum. Ég vona að sé ekki mjög rugluslegt hjá mér. Ég ætla að kíkja á nokkrar spurningar. Hérna er fyrsta spurningin. Er rétt að vekja barn sem sefur óreglulega daglega til að reyna að koma því í rútínu? Barnið sefur stundu 20 mínútur og stundu 4 tíma. Þetta er að vísu mjög ungt barn, en hún skiptir máli hvort það er 8 vikna eða hálfs árs. Já, það skiptir máli og truflar minna litla barnið. En maður setur, ef að barn er mjög óreglulega daglega, það sem maður getur fest fyrst er að maður festir hvenær vaknar á morgni, sem maður reynir auðvitað að hafa á þeim tíma sem vaknar venjulega, hvaða vakir lengi á morgni og þar getið þið bara fylgst með eftir aldri hvað það er passlegt, segjum ef það er 5 mánaða, 6 mánaða, þá er þetta 2,5 tími sem það á að þola vaka og svo setur maður 3 tíma hámark á daglúr. Síðan velur maður það ef þau eru í 3 lúrum að vekja þau úr síðasta lúrnum.
Ef það á að vekja þau úr einhverjum lúr þá það helst úr síðasta lúrnum. Stundum úr lúr númer 2, fyrir aðeins eftir hvernig lúrarnir raðast. En maður ekki að leika sig að vekja þau úr öllum lúrum. Það mjög ekki skynsamlegt. Maður reynir að velja bara einn. Maður reynir að stýra frekar hvað þau vaka lengi og leggja þau á ákveðinn stað og þá kemur líka upp spurning númer 2 sem ég ætla bara að hengja saman við nokkuð margir sem að spurja hvernig maður kennir þeim að sofna sjálfum. Það svarið fer náttúrulega eftir því hvað þau að sofna með mikill aðstoð, það misjafnt hvað aðstoðin mikil. Segjum við barn sofnar alltaf í dag, það borgar sig að byrja á daglúrum, sérstaklega fyrsta daglúr. Það sá tími sem barnið á auðveldast með að læra eitthvað. Þið passið að þessi búið að vaka passlega lengi eftir aldri og segjum að þú hafur alltaf farið með barnið í göngutúr í vagninum og labba bara stöðugt í þann tíma sem þú ætlar að láta, af því að barnið vaknar eftir hálftíma, eða 30-40 mínútur sem nú ekki óalgengt, með þessa krakka sem með vesinn. Þannig að maður byrjar á því að segja, ok, ekki fara í göngutúr í fyrsta daglúr. Hafðu barnið í vagninum, jú, að því vagnin gefur möguleika á ruggi. Hafðu barnið í vagninum og ruggaðu bara á staðnum. Rólega á staðnum. Ekki láta hann sjá þig, hann má ekki sjá þig. Snúðu kerrustykkinu þannig að barnið sjá þig ekki, af því ef hann sér þig þegar hann rumskar þá það hæ hérna. Oft þetta svolítið fjörið krakkar, þannig að hann má ekki sjá neitt möguleika á samskiptum. Og ef það dugar ekki, ef barnið gólar, þá labbaru bara aðeins, þá labbaru bara lengra, en þú ert að draga úr ruggi. Mesta ruggi að labba með hann á holóttu vegi. Næsta rugg að labba með hann á sléttu. Síðan að rugga á staðnum. Síðan að rugga og stoppa og rugga og stoppa og rugga og stoppa. Skiljið. Og maður gerir þetta ekki, þú veist, eitt skref á hverjum degi, maður gerir þetta nokkra daga í röð svona hvert skref fyrir sig. Síðan þegar fyrsti lúr orðin svona greinilega batna, þá fer maður að draga úr rugginu í lúr númer 2. Þannig að, og ef þetta barn sem vaknar alltaf eftir 40 mínútur, eða oft getur foreldrarnir sagt eftir 43 mínútur, það einn svefnhringur, á mjög ákveðnu mínútu vaknar það. Þá farið þið 2 mínútum áður, setið suðhljóð á, eða ég myndi nú hafa það bara á allan tíman, hafið það bara við gluggann á íbúðinni eða jafnvel inni líka, það börn með alveg svo í vagninni, það bara að klæða það minna. Þá setið þið suðhljóð á og smá rugg rétt áður en þau vakna. En þau með ekki sjá ykkur. Og þau þurfa að rugga í svona 10 mínútur, þá hjálpið þeim yfir þetta. Og eftir því sem það sofnar, þetta alltaf tengingin við hvernig þau sofna. Ef þau sofna við rugg, þá þurfa að rugg hérna. Þeir eru búið að draga úr rugginu hér, þá dragðu rugginu hér. Skiljið. Þetta varðandi það að læra að sofna sjálf í daglúr. Að kvöldinu eru þau venjulega ekki að sofna með ruggi, við erum ekki með út að ganga hún er að koma hérna með spurningar til mín. Já, ef þetta að kvöldinu, sem aðeins fara svolítið í kvöldin, þá það venjulega að þau sofni á brjósti eða við pela, við að drekka. Það miklu algengara heldur en þessi göngutúrar sem algengir á deginum. Ef þið ætla að hætta að láta barn sofna til dæmis á brjósti, þá mjög erfitt þegar mamman ætlar að svæfa það. Þið eruð ekki til dæmis með ykkur sjálf ætla að hætta bara súkkulaði og fylla ísskápinn af súkkulaði. Skiljið. Maður ekki með fyrir framan barnið það sem það má ekki fá. Þannig að ef það möguleiki, sem í flestum tilfellum, ekki alltaf,
Ef að mamma verður að gera þetta, þá verður hún bara að vera í rúllukrafaból og allt lokað. Best er ef ykkur annar getur svæft og það sem segjum ef það er pabbi á heimilinu eða annað foreldri, þá má það foreldri raun og veru gera til að byrja með miklu meira en mamman hefur gert, má bara labba með hann bara rétt til þess að sérstaklega þetta er lítið barn, því þá vill maður hafa viðbrigðin aðeins minni, maður getur verið strangari við erum komin 2-3 ára barn. En þegar maður er með litla krakka, þá yfirleitt er nóg skref fyrir barni fyrsta kvöldi, bara mamma er ekki að fara að svæfa mig. Og þá er best ef mamma fyrir út úr húsi og segjum hitt foreldri labbi með barnið íbúðina eins og maður sé bara labba stofugang og segi bara, maður er raun og veru að segja fyrirgefinu, mamma er ekki heima. Og segjum ef barnið myndi sofna bara, því er yfirleitt sama, þegar búið að kyngja því að mamman er ekki þarna, þá er yfirleitt sama hvað er gert, þannig að þá sest maður bara niður og bíjar því. Maður bíjar barnið ekki svona, maður bíjar barnið með því að hreyfa sjálfan sig, ekki barnið. Þannig að þá bíjar maður því bara í svefn og svo strax næsta kvöldi reynir maður að leggja því í rúmið af því þið eru þarna með opinn glugga, svona tækifæri, fyrstu kvöldin áður en barnið nær nýjum samningi. Skiljið. Að þá reynir maður að leggja það, halda við það, vera nálægt í, verið sjálfum sig góður, en brjóstun eru farin, eða pelin, eða sama hvað barnið verður að drekka. Já. Það að sofa upp ég líka spurt svolítið hérna. Já. Sko, það er sama með þetta að sofa, ég hef ekki sterkar skoðanir á því hvort börn eigi að megi sofa uppi eða ekki. Ég hef náttúrulega sofið með alveg töluvert fjölda barna uppi svona í gegnum ævina og það verður nú að segjast eins og er að það er mjög misjafnt að sofa með börn uppi. Sum bara liggja og sofa og aðrir eru alveg eins og krossfiskur ofan á manni. Þannig að mér finnst nú ágætt að hafa þau í sínu rúmi, eða ég kannski alveg svona sensitív með aldrinum, að en ef þið ætlið að hætta að leyfa barni að sofa upp í segjum rúmi foreldra og kenna þeim á sitt eigið rúm, þá er ég skal fara yfir leið sem er lang einföldust fyrir barnið. Hún er svolítið fyrirferðarmikil, en hún er einföldust. Það er ef þið breyti herbygginu eitthvað, þykist bara alltaf að fara að mála, það er bara allt bilað herbyggið, það er sem sagt bara allt í rúst. Þið farið með barnið inn í barnaherbyggi, ég er að gefa mig það að sé til barnaherbyggi og segi við barn, labbi með það fyrst inn í herbyggi fólks og segi, æja, bilað. Svo farið inn í herbyggi barnsins og sýnið þeim að það dýna gólfinu. Annað foreldri sefur inn í stofu og hitt þá inni hjá barninu og barnið er sett í sitt rúm og það er sofið við hliðina á því á gólfinu. Og það má ekki taka það á dýnuna, má frekar taka það upp og hugga það aðeins en ekki á dýnuna. Af því maður er ekki að búa sér til nýtt vandamál þarna inni. Þetta er einfaldasta leiðin fyrir barnið, af því barnið skilur, já, það skilur nokkuð ungt að eitthvað það skilur það sem það sér, sko. Þannig að þið þurfa að sýna að það er bilað. Það er best að sé bara eitt foreldri heima, þannig að annars ertu að biðja 2 að bjarga málum. Það er alltaf betra að sé bara maður og mann og að hitt foreldri fari þá út. Það er lang léttast. Og mitt hlutverk er að vera fulltrúi barnsins og að reyna að segja hvernig þetta er léttast fyrir barnið. Getur vel verið sé stundum flókið fyrir foreldra að fara út á hverju kvöldi í nokkuð mörg kvöldi í röð, en það væri léttara. Af því, sko, sérstaklega ef þetta eru 2 foreldrar og barn hefur verið að sofna á brjósti, þá er alveg mjög nauðsynlegt að mamman fari út úr húsi og hitt foreldri svæfi. Af því það foreldri sé svæfi, það er gerðar svo miklu minni kröfur til þess. Jafnvel ömmur líka. Ömmur fá afslátt. Ég þekki það vel bara sjálf og líka bara á vinnunni. Ömmur komast upp með að gera eins meira án þess að fara allt í vesinn. Sko, maður á þannig séð að vera latur, ekki skilja alveg nógu vel
en góður. Maður á að vera seinn að svara, maður á að vera svona tregur bara. Ég get alveg leikið það sko. Þannig að við þurfum að reyna, ef þið eru mjög skýr og mjög næma á krakkana, þá reyna að vera treg þarna. Ef að börnin eru veik, þá þurfum við á næmnin að halda. Ef það er verið að kenna þeim eitthvað svona, þá þykist þið vera frekar svona, ekki alveg að fatta þetta. Ef við tökum svo næturgjafirnar, sem er einn hluti í viðbót, það er yfirleitt þetta tímasetningar á dagsvefni, að sofna sjálfur og svo næturnar, viðbrögð á nóttinni. En þið þurfa að taka þetta í þessari röð. Tímasetningar á daglúr, kunna að sofna sjálf og síðan næturgjafir. Rólegasta leiðin fyrir barn, bara meðal jónin, er að það sé lengt að fyrstu næturgjöf. Af því að þegar þú sofnar að kvöldinu, þá ertu náttúrulega búin að fá töluvert yfir daginn, þannig að kerfið þitt er fullt af mat. Fyrir eftir hvað úr gamall hvort það er með grauta eða bara vökva, en það er samt fullt af þeim mat sem að þú átt að vera með samkvæmt aldri. Það er betra að það sé ykkur annar en mamman ef barnið er á brjósti, allavega þangað til á að fá að drekka. Þetta er rólegasta leiðin. Ef barnið er orðið mjög gamalt og það þarf að taka alla gjafir af, þá er best að gera það þannig að mamman fara heiman eins og ég segi, ef að barnið er á brjósti. Og það er alveg eins og að kvöldinu, þá er betra að bæta eins í fyrstu kvöldin, en ekki samt það lengi að þið lendið í að detta ofan í það að vera alltaf að labba með þeim gólf, þó að þið gerið það fyrsta kvöldi. Skiljið, ég vona það sé skýrt hjá mér, ég veit það ekki. Alltaf passa tímasetningu, hvernig við sofna og svo viðbrögð á nóttinni. Það er svona í þessu þremur. Já, hérna kemur svo hvernig er besta leiðin að kenna þeim að sofna í eigin rúmi með minnsta drama. Já, það er eins og ég sagði, ef það á að kenna þeim á eigin rúm, þá er best að hafa það ekki inn í herbergi foreldra. Það er ofboðslega erfitt að horfa á rúmið sem þú ert vanur að sofa í og megi ekki koma þangað. Ef þið setja ykkur í spor barnsins, þá sjáu þið það. Þannig að það er best að rúm foreldra sé bilað í smá stund og á meðan er þið kennt að sofa í sínu rúmi. Ef þið eru með systkini, það er líka, ég fæ alltaf töluvert af spurningum systkini. Systkini saman í herbyggi hefur reynst ofboðslega vel. Það má vera töluverður aldursmunur á börnum. Það barn sem græðir mest á að fara saman í herbyggi, það er eldra barnið. Eldra barnið er yfirleitt það sem svefnlega séð græðir mest á að fara saman í herbyggi. Það er algengast. Já, þetta er sofa upp í hennar spurning. Kom annað barn fyrir 6 mánuðum, það var svolítið þröngt að það eru 2 börn. Þá yfirleitt flytur maður bæði í einu. Þá býður maður, barnið í þessari spurningu er barnið orðið rúmlega 6 mánaða. Þá eru þau komin á þann aldri að maður fara að hætta næturgjöfum. Þá er ágætt að stundum flytur maður yngra barnið fyrst. Og það segir ekkert við því, það er ekki með einhver rökstuðning á því að þetta sé ósanngjarnt að það sé flutt og hitt barnið sé eftir, þannig að ég myndi flytja yngra barnið fyrst. Og þegar það er svona komið þá flytja hitt og sofa inni hjá þeim í einhvern tíma. Eldra barnið er yfirleitt, þegar maður ræðir þetta við þau hafa ekki áttað sig á þessum valkosti að litla barnið komi með, en þá segir maður að litla barnið langi svo að vera í herbyggi með því, og það er náttúrulega ekki tjáð sig um það, en maður gerir það. Hérna eru nýjar. Hérna er hvort tunguhaft og varahaft hafi áhrif á svefn. Ég hef ekki orðið var við það.
Aldrei orðið var við það, en það getur verið þó að ég hafi ekki orðið var við það. Ég hef ekki séð það. Eins árs vakna skyndilega og há grátandi. Ég er bara eins árs, já. Ég er upp með að sofna aftur. Sofna sjálfur á kvöldinu. Já, það er sko, maður þyrfti aðeins meiri sögu til þess að geta svarað þessu. Ef þetta er í kringum miðnætti, ef þetta er svona 3-4 tímum eftir að barnið sofnar, þá myndi maður nota röddina, tala til þeirra, halda við þau. Líklega, ég veit ekki, það er ekki alltaf sem passar að koma við þau. Ef það gætu meira þegar þið komið við þau, þá gerir maður það ekki, en röddin er alltaf góð. Nú er ég að pæli hvort þetta sé næturröst, það er sjaldgæft hjá svona litlu barni. Það er mjög sjaldgæft, það er til en það er sjaldgæft. Það sem maður myndi passa, ef þetta er það, ef þetta er að gera svona í kringum miðnætti, svona 3-4 tíma eftir að þau sofna, eftir að barnið sofnar, þá myndi maður passa að þetta er oft tengt sko breytingum. Þá myndi maður reyna að passa að daglunin sé reglulegur, passa mjög vel venjur fyrir svefn. Maður myndi setja fast inn svona HHH-tíma sem er kallaður, sem er svona samvera eins foreldra og eins barns í svona kortið 20 mínútur í lokuðu herbyggi, bara með augnsamband og leik, en foreldri er óvirkt, þú stingur ekki upp á neinu. Það lesum þetta í bókinu minni, þetta er kallað HHH eða Watch, Wait and Wonder. Vaff. Það er lítið til þetta á netinu, en þetta er alveg dásamlegt skipulag og hefur ofboðslega góð áhrif á allt mögulegt. Eignast systkini, hætta brjósti, fara í sér herbyggi, allt svona sem maður myndi flokka sem pínlítið álag fyrir börn. Ef maður setur inn svona stund, best er að setja þessar stundir inn, þessar 20 mínútur, þá er best að setja þetta inn svona einhvers staðar á milli 5 og 7, ég meina tími sem mest er að gera á heimilum, en það er samt besti tíminn ef maður getur sett þetta inn í 20 mínútur, þá yfirleitt laga svo margt að kvöldinu og þau sofa betur. Þetta er lokað herbyggi, 1 foreldri, 1 barn. Það má vera tónlist, yfirleitt er það þó ekki. Það er ekkert prógram, það dótarhrú á gólfinu eða dótakassi og maður segir ef maður koma að leika, svo gerir maður ekkert meira nema maður horfir á barnið, brosir, það skiptir mestu máli. Engin sími, maður horfir og brosir, er að segja barninu þú átt bakland sem ég er bara fyrir þig, ég er rosalega ánægð með þig. Ef að barnið skrifur í fangi á þér, þá bara faðmaru það. Eða vill fara og sýna þér eitthvað, koma með bíl eða eitthvað, þá bara heldur á bílnum þangað til barnið segir hvað það vill að þú gerir. Þannig að þetta er, ég myndi gera, ef barn væri allt í einu að byrja að vakna svona grátandi á nóttunni, þá myndi ég örugglega setja þetta inn. Þetta getur verið eins og að byrja á leikskóla, eitthvað nýtt svona sem hefur komið upp á hjá barninu. Þetta er ekki þannig séð til að hafa áhyggjur af, ekki við þetta ef barnið líður vel yfir daginn. Ertu með fleiri spurningar? Hér er eitthvað. Já. Já, byrju, ég skal reyna að lesa þetta. Já, hérna er einn fyrirspurn sem ég fæ nú stundum. Þetta er jógaboltabarn, 5 mánaða. Ekki veikur en vanur þessu hossi. Hvernig er þetta að trappa þetta niður? Sko, fyrsta skrefi væri, þetta er nokkuð þekkt, sérstaklega með krakka sem hafa verið veikir. Fyrsta skrefi er að hætta hossaboltanum, bara sita með hann og bía. Gera það kannski einhverja daga. Ef það er bara alltaf annað foreldri sem gerir þetta, þá myndi hitt taka við. Ef það eru 2 val, segjum að það er bara 1 val. Síðan pakka maður boltanum niður. Hann finnir í geymslu eða gefið hann eitthvað. Og þá er barnið bara
í fanginu, líklegast honum haldið svona frá sér af boltanum og hossað. En þetta eru börn sem eru vön alveg rosalega miklu áreiti. En þau þagna sérstaklega, þetta er náttúrulega hugadreifing ef barnið hefur verið með verki. En svo festastu í þessu. En það þarf sem sagt að hætta að hossa fyrst og svo fer maður að labba með þau bara svona rólega, svo fer maður að afmarka sig inn í svefnherbyggi, ég myndi setja suðhljóðið á og svo það er líka gott að gera þetta í tengslu við einhverja breytingar, segjum ef þið færu í sumarbústað þá myndu þau á þeim punkti hætta að nota boltann, hann er í skilin eftir heima og þið færu í bústað eina helgi og engi bolti. Og ef þið gætu skipt líka út hver svæfir, þetta eru kallað umhverfismeðferðir sem eru mjög góð, sérstaklega, það er alltaf gott, en sérstaklega ef maður á von á einhverju svona miklu mótmælum. Og líka maður eiga við mjög unga krakka. Mér finnst það alltaf gott að nota af því maður léttir þetta. Það er að segja, þetta er alveg sem að maður hættir með snuð, þá gleyma þau í bústaðnum og fer heim. Eða ef maður hættir barn á brjósti, gera það líka þegar maður fer svona annarkvort í bústaði, heimsókn eitthvað eða sefur annar staðar en venjulega. Þannig að ég myndi, en það þarf að pakka þessu bolta niður. Ég myndi gera það bara í einu þrepi, ég meina bara hætta að hossa, það er líka fyrir foreldrana að venjast þessari tilhugsun að þetta er að fara. Því þetta barn með þessa fyrirspurn, það veiktist mjög ungt og hefur verið frískt núna í svolítinn tíma, þannig að þetta er orðið ofboðslega fast inn örugglega. Þannig að það þarf að velja, þetta er bara eins og að velja sér tíma, maður pick your fight, maður velur hvenær maður gerir þetta og segir ok, 1. maí ætla ég að gefa, eða taka hann loftið eða eitthvað. Það þarf að fara með það. En það er best að gera það með breytingum. Það er best fyrir barnið, það er léttast fyrir barnið. Ég myndi ekki allt í einu bara leggja hann í rúmið, ekki svona lítið barn. Hann er bara 5-6 mánaða. Ég myndi halda honum hérna uppa og nota röddina ef fólk treystir sér í það, eða einhvers konar suðhljóð. Og svo smátt og smátt eins og ég fór yfir áðan feita það niður. Herðu, ég vona að þið hafi haft eitthvað gagn, vonandi líka pínlítið gaman að þessu. Ég var alveg bara gaman að tala við ykkur þó að ég fái ekkert ans frá ykkur, það er mjög sérstakt. En ég er svo gömul, kannski fyrir að gera meira þessu, tala við sjálf á mig bara svona heima á kvöldir. Nei, djók, ég ætla ekki að fara að gera það. Herðu, gangi ykkur nú vel. Bless, bless. Ég sá aldrei mynd, ég veit ekki hvernig það kom út.